Heil og sæl og hjartanlega velkomin hérna í Aðvestan. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í heimsókn til hennar Kæju sem flytur inn lífrænar vörur. Við kíkjum á minnsta gistiheimili landsins, eða allavega alveg mjög lítið gistiheimili. Og svo förum við í Grundarfjörð og skoðum handverk. En við ætlum að byrja hérna í Steðja og meðal annars að skoða þennan ljúffenga jarðarberabjór. Á bænum Steðja í Borgarfirði ekki stundaður hefðbundinn búskapur. Ó nei, hjónin Dagbjartur og Svanhildur gerðu sér lítið fyrir og settu á fót fullbúið brugghús í bakgarðinum. Við tókum þessa hressu bjórbændur tali. Þið hefur ekki bara langað til þess að fá þér fjárhús eða fjós? Það var svona spurningin þegar við vorum að byrja hvort við ættum að fara út í það að kaupa eða byggja fjós eða fjölga fénu og fara út í það. En þá kom kona með þessa skemmtilegu hugmynd að okkur gerum við brugghús. En ákveðið á þeim tíma þá drakk ég ekki bjór. Þannig að það var svo sem ekki svo áhugasemi sem að dróf mig áfram. Þetta frekar konseptið, þetta mjög skemmtilegt konsept í kringum þetta. Það gera ýmislegt og bara virkilega skemmtilegt allt í kringum bjórinn. Og kannski gaman frá því að segja að eftir að við kynntumst bruggarunum okkar og bruggum eftir þýskum hreinleikalögum, án alls sykurs og þetta hrein náttúruafur sem við erum að gera, þá get ég drukkið bjór með góður list núna, farið vel í líkamann og drukkið mikið á honum. Það lykillinn að hafa þetta gott og hreint og... Já, við viljum allan að fara þessa náttúrulega leið, svona svo Þjóðverjar að gera, svona mikið til og leika okkur svolítið síðan í kringum það. Það grunnurinn af okkar framleiðslu. Og þið byrjið hérna á bænum Steðja að framleiða bjór 2012. Já, við hefum starfsemi haustið 2012, komum þá með svona nokkuð hefðbundinn þýskan lagerbjór, svona svo bruggarinn okkar segir gjarnan, þýskur lagerbjór með íslensku hjarta, vegna þess að þeir tökur náttúrulega íslenskt vatn og það hjartað í bjórnum. Og síðan komum við með jólabjór sem að sló heldur betur í gegn og kom okkur virkilega á stað. Þannig að síðan höfum við haldið áfram með ýmsar nýjungar eftir það. Já, þið eru svolítið dugleg í vöruþróun. Já, kannski of dugleg. Það mjög gaman að koma með eitthvað nýtt og halda því áfram og stundum þyrftum við kannski aðeins að doka við og hvað maður segja, markaðssetja betur það sem maður með fyrir. En við höldum áfram. Já, og þið hefði líka verið að nýta, ég var að smakka ægilega fínan jarðarberabjór sem að verið sumarbjórinn í ár frá okkur og hann hérna úr Héraði. Já, það getur passað. Við erum svolítið lokal og við viljum einblína á það helst að nota sem helst íslenskt og við getum þó svo við séum að fara eftir þýskum hreinleikalögum og í stað þess að reyna að, rækta bygg og reyna að malta það sem nánast vonlaust eins og staðan í dag, þá fórum við frekar þá leið að leita eftir auka hráefnum og fundum málega segja heimsins bestu jarðarber bara í nágrenni við okkur hjá þeim í Sólbyrgi og það virkilega góð afurð og við sjóðum það í bjórinn og gerjum það síðan og það kemur út virkilega skemmtilegur léttur sumardrykkur með íslensku jarðarberum. Engin viðbættur sykur, þannig að þetta svolítið sumardrykkur, já. Og hann svolítið einstakur, þetta ekki sítir, þetta jarðarberabjór. Já, yfirleitt eins og erlendis þá notaði mikið síróp og svona sykur til þess að varðveita bjórinn og ná svona ákveðin sætu í bjórinn. En þetta sem sagt svona tiltölulega léttur bjór með jarðarberum sem að skína alveg í gegn bæði lyktin og bragðið. Svo kannski aðeins í þetta meira hardcore. Ég sá taðreyktan langgreiðu eistu bjór. Hvað getur sagt mér aðeins fyrir honum? Já, þessi bjór nú trónun og toppi margra lista yfir athyglisverðustu bjóra í heimi eða brjálugustu bjóra í heimi eins og sumir kalla það. En þetta sem þorrabjórinn okkar og við ákveðum að fara þessa leið vegna þess að okkur var ákveðið til að koma með hinn fullkomna þorrabjór með þessum skemmtilega mat sem við erum að borða yfir þorran. Þannig að já, við fórum þá leið að fá eistu og taðreykja þau eftir gamla mátanum og þetta allt gert undir ákveðnu eftirliti og við erum með þessum gæða handbók í kringum þetta ferli. Þannig að þetta algjör gæða afurð enda hann hefur slegið í gegn okkur og virkilega góður. Og ekki bara hjá ykkur, hann ekki að vekja heimsathygli? Jú, hann að vekja heimsathygli. Það eru ýmsir aðilar
Washington Post var hérna með blaðamanni og það eru alltaf einhver að koma hérna að poppa upp og sem vilja sjá þessa brjálæðinga hérna í sveitinni á Íslandi. Og þið voruð að opna hérna, eruð að fara að opna gestastofu, eða ekki? Jú, það getur passað. Við hérna erum að taka í notkun nýtt húsnæði hérna hjá okkur, svona framlíkingu af brugghúsinu og erum svona að fara að opna fyrir almenning, það er að segja gest og gangandi að koma hérna við og fá smakk og smá túr í gegnum brugghúsið. Það er svona vonandi heldur vel við starfsemina sem við erum að gera í dag. Þetta er algjörlega einstök starfsemi. Þið eru hvað 3 að vinna hérna í heilu eða hlutastarfi? Já, þetta er rauninni ég og frúin. Við erum semst eigendurnir af brugghúsinu og svo erum við með þennan þýska snilling sem er bruggmeistari og hann er hérna í fullu starfi og er algjörlega lykillinn að framleiðslunni okkar. Karin Jóns flytur inn fjölbreytt úrval af lífrænu góðmeti. Heildverslunin er staðsett á Akranesi þar sem hún hefur einnig opnað einstaka og næstum umbúðalausa búð. Þegar okkur bara garði var hún að standsetja nýju viðbútina, Kaffi Kæju. Kaja, hvað segirðu, lífrænt? Skiptir þetta eitthvað máli? Alveg gífurlegu máli. Lífrænt er rauninni gengur út af það að rækta eins og móðir náttúra vildi í upphafi. Það átti að vera upphafi. Án eiturefna, þá erum við að tala eins og skordýraeitur, sveppaeitur og illgresiseitur eins og Roundup sem er nú bara stórhættulegt og Dani er búinn að taka út af, er bara búinn að banna. Þannig að þetta skiptir gífurlega miklu máli. Hvernig við ræktar það sem borðar. Hvað er langt síðan þú fórst að spá í þessum hlutum? Það er í rauninni töluvert langt síðan. Það er rauninni gerist upp úr veikindum sem oft gerist hjá fólki. Það fyrir að hugsa sinn gang að ég fór að hugsa hvað ég var að setja ofan í mig og hvernig maturinn var búinn til. Því meira sem ég las, því eiginlega var ég meira sjokkerandi. Og eftir því sem ég hef elst meira og orðið uppvísari af eða rauninni fundið út að hvernig matur er ræktaður í dag, þá er ég eiginlega bara í áfalli. Og orðið ennþá harðari á því að borða lífrænt og bara boðskapinn. Þetta er rauninni bara trúarbrögð í og með. Já, þú lést þér ekki nægja bara að borða lífrænt, heldur ertu að stuðla því að aðrir gerir það? Já, með því að flytja inn og hafa álagninguna í svona þokkalegu þannig að maður getur lifað af þessu sem haft vinnu af, ráðið fólki vinnu, að þá er þetta sem ég vil, að allir geti haft tök á að borða. Já, þú ert með heildverslun, innflutning, Kaja Organic hérna á Akranesi og ekki bara heildverslun, heldur hvað erum við með bak við þig? Heyrðu, Kaja, hún byrjaði sem heildsala og til þess að gefa fólki kost á að versla, þá opnuðum við litla búð, byrjuðum niður á torgi með pappakassana, seldum bara eftir vikt, síðan fórum við inn í horn, síðan erum við komið nýbúin að stækka í 3. skipti og erum við með matabúð Kæju. Hér er hægt að kaupa í lausu, eða ekki? Hérna getur við komið krukkurnar því við viljum vera umhverfisvæn og út með allt plast eins og hægt er. Og hér getur við, eins og ég segi, komið krukkurnar, keypt eftir vikt eða bara fengið í poka. Alveg sama hvort það er kryddið eða þurrvaran eða hvað. Já. Og þú ert líka að koma með aðeins hreinsivörur og einhverjar snyrtivörur, eða ekki? Jú. Nú þegar búðin er að stækka þá viljum við náttúrulega auka úrvalið og gefa skagamönnum og verslendingum tækifæri á að kaupa sem mest af lífrænu og umhverfisvænu vörum. Og það sem við gerum við notum eingöngu afgreiðslu í pappa, ekki plast. Við erum með pappírspoka. Af því eins og ég segi, þú getur ræktað hann í tré, en það er mjög erfitt að eyða plastinu. Það safnast upp í jörðinni og er okkur bara til ama. Hafa mötuneyti verið að versla af þér? Það er rosalega lítið, því miður. Litla fólki vill gleymast, því miður. Og þá er það oft þannig að stjórnvöld eru alveg ofboðslega illafakandi. Þau eru uppfull af því að við erum hreint land, allt sem við erum að borða sé hreint, en gleyma því að við erum að flytja inn megnið af matnum. Og það er bara ekki til að huga að því hvað það er að setja ofan í börnin. Ég er með nokkra skóla sem ég sel lífrænt hráefni til og þeir eru bara að bæta við sig því þeir eru farin að sjá það að þetta er ekki dýrara þau upp í staðið. Börnin eru ánægðari, þau eru mettari og þú fær miklu meira út úr matnum. Því lífrænt er næringaríkara og oft á tíðum trefjaríkara.
þannig að þú ert mettaðri. En það er búið að rannsaka það að í flestum tilfellum þá lífræn maturinn bara hún inniheldur meira af vítamínu, steinefnum og næringarefnum. Af því að jurtin fær að vaxa á réttum hraða. Hún ekki vaxtarhraðin ekki sprengdur upp með áburði. Þannig að hún fær að vaxa hægt og rólega og hún tekur þá nær að taka úr jarðveginum það sem henni vantar eða til sín það sem Okay. Þannig að þú ert með matvöru eða jurt sem inniheldur mun meira af næringarefnum og steinefnum heldur en bara almennt gengur að gerist. Okay. Fyrir utan það þá ertu líka komin með matvöru sem ekki búið að spreyja skordýraeitri, eins og epli, þau eru bara gegnum sósa af skordýraeitri því þau eru sprautuð það oft yfir á vaxtartímanum. Hveiti til dæmis sprautað 14 sinnum á uppvaxtartíma kornsins og daginn fyrir það skorið og þá það sprautað. Þannig að sé ekkert lifandi sem komið með inn í hús. Og þú ætlar að ganga skrefinu lengra og opna kaffihús líka? Já, nú vil ég bjóða landanum upp á lífrænt kaffi og lífrænt með því. Þannig að maður sé alveg búin að fullkomna búið hringrás. Já. Þannig að þú getur komið og fengið eins og sé, lífrænt kaffi og með því. Eru veitingarnar allar lífrænar? Allt og lífrænt með það. Vörurnar sem þú flytur inn, hvaðan flytur þær inn og hvar hægt að fá þær á Íslandi? Ég tek annars vegar frá Hollandi, Þýskalandi, Ítalíu og svo Frakklandi og þessum vörum öllum keypt upp upp á Skaga og síðan dreifi ég þeim tilbaka. Og ég að dreifa mestmegnis til Reykjavíkur, Selfoss, Hveragerði, Akureyri og svo náttúrulega á Akranesi og með Sauðárkrók. Og fólk gæti komið rennt upp á Skaga til þess að kaupa í töluverðu magni af þér? Já, það er allt hægt. Og skólar og leikskólar bara að gera, sendum út á land. Á fyrrum eyðibýlinu Nýp sem staðsett á Skarðströnd nú starfandi afar sjarmerandi gistiheimili. Einungis eru leigð út 2 herbyggi og því ekki ólíklegt að minnsta gistiheimili landsins sé að ræða. Eigundendur hjónin Sumarliði og Þóra eru dugleg við að halda þar spennandi viðburði af ýmsum toga. Hvernig datt ykkur hjónum þetta í hug? Já, þetta var nú svona hugmynd sem að þróaðist í gegnum nokkuð tíma. Við vorum búin að vera, okkur dreymdu að taka að okkur svona eitt af þessum ótrúlega fallegum steinhúsum sem að finnast land allt yfirgefin, eyðibýli eða hús sem að þess vegna standa við hliðina á bóndabýli og enginn sinnir og þessi hús mörg svo falleg, þau eru svo útpælt og standa líka mjög fallega eins og auðvitað hefur komið svo vel fram í verkefninu Eyðibýli á Íslandi, þessa skráningu sem að arkitektadeildin, Listaháskólanum og fleiri aðilar gerðu og nú kom út af bók. Þetta steinhús hér svolítið sérstakt í arkitektúr eða? Já, það er það. Það er byggt 1936 og sem sagt bara næsta hús eftir Torfbæinn. Þau bjuggu í Torfbæ og þangað til að þau fluttu í steinhúsið. Og fjölskyldan sem að reisti húsið hafði mjög mikla tilfinningu fyrir bæði stað og rými. Það er hlaðan, snýr móti ríkjandi átt og þegar hún náttúrulega full af heyi þá hún algjör einangrun fyrir íbúðarhlutann sem að snýr til suðvesturs og opnar móti birtunni með horngluggum sem að alveg nýtt á þessum tíma. Þetta hefur verið mjög eiginlega framúrstefnulegt á þessum tíma hér. Þannig að það opnar fyrir birtunni og þessu stórkostlega rými sem hérna Breiðafjörðurinn og eyjarnar og skerinn og svo sjáum við Barðaströndina á móti. Þannig þetta alveg stórkostlega vel úthugsað hús. Og þetta hús, það svolítið sérstakt að því leyti að það undir sama þaki hlaða annars vegar og hins vegar híbýlin. Og þetta hlöðurými var náttúrulega
alveg stórkostlega spennandi rými og bauð upp á svo margt. Þegar við vorum búin að setja upp milligólfið, við gerum það 2005, 4-5, og þá sko náttúrulega sáum við að það var upplagt að bjóða fólki og gera eitthvað hérna og efna til viðburða og höfðu reyndar byrjaði á því strax 2004-05 þá að því að ég vann á þessum tíma sem skólastjóri myndlistaskólans í Reykjavík og við vorum alltaf að skipuleggja sumarnámskeið fyrir börn þar fyrir sunnan og mér fannst það geti verið skemmtilegt að bjóða upp á svona námskeið hér. En þá var húsið ennþá svo hrátt að það var ekki hægt að bjóða börnum hingað inn og við fengum lána Tjarnalund sem er félagsheimili hérna við kirkjuna á leiðinni hingað út á Skarðsströnd og buðum upp á svona listasmiðjur fyrir börn 4 sumur og þá líka sem sagt byrjuðum við á því að sumarliðið skipulagði fyrirlestra efni sem tengdust sögusvæðisins eða bókmenntum svæðisins og þá bauð hann sem sagt fræðimönnum úr Reykjavíkurakademíunni og háskólanum að halda hérna fyrirlestur tiltekið efni og svo var bara boðið fólkinu hérna í kring. Þannig að þið eru uppnein að færa ykkar reynslu og kunnáttu líka. Á sama tíma að kynnast fólkinu og þú veist, komast í tengsl við bæði í gegnum börnin að þú veist, við komum hérna eins og bara geimverur einhverja, þú veist, og þekkjum ekkert hérna og hér er allt annar kúltúr heldur en er í Reykjavík og allt annar tími og allt annar einhvern veginn rytmi. Og okkur fannst það svo áhugavert, okkur fannst það svo fallegt og skemmtilegt og við vildum gjarnan bæði sem sagt miðla því sem við höfðum en líka með því að miðla því að tengjast. Já, þeir eru viðburðir sem hafa verið hérna. Já. Geturðu nefnt mér eitthvað svona, hvað hefur verið? Það er ýmsa taka. Við höfum sem sagt verið með viðburði hérna alveg frá 2004 og það hafa verið tónleikar. Amina hefur spilað hérna hjá okkur og Moses Hightower og Leilo og kannski að gleyma einhverjum. En svo höfum við verið með, það er nefnilega mjög falleg akústikk í hlöðunni. Þess að hljómburðurinn er mjög góður í hlöðunni. Ef við förum kannski aðeins í sumarið, hvað er framundan hérna á NÍP? Já, í sumar verður fyrirlestur að vanda og það verður Már Jónsson, prófessor í Háskólann, sem ætlar að fjalla Jón Thoroddsen, sem er náttúrulega hér maður svæðisins, einn af mörgum skáldum sem að koma hérðan að þessi svæði. Og hvernig gengur það fyrir sig? Býðst öllum að koma og skrá þáttöku eða hvernig er það? Það er ekkert skráð þáttöka, það er bara auglýst og þetta ég minnir að við ætlum að hafa þetta á sunnudegi og þá er það bara auglýst. Já. Og það er bara allir frjálst að koma. En ef við förum okkur aðeins að gistiheimilinu Já. Þessum risa hanga, er þetta ekki ég ætlaði að leyfa mér að áætla þetta væri minnsta gistiheimili á Íslandi? Já, ég veit ekki, það er sjálfsagt einhverjir með svona 1 eða 2 herbergi einhvers staðar en við viljum bara vera svona smá í þessu. Og þið eru með hvað, 2 herbergi? Við erum 2 herbergi fyrir 4 gesti. Já. Og það er slatt að gera? Það er bara bókað, alveg fram í september. Samfélagsmiðlar eru til margs nytsamlegir og fyrir eldhuga og hönnuði sem vilja vera vel í sveit sett er þetta frábært markaðstæki. Hrafnhildur rekur vinnustofuna og búðina Krums í Grundarfirði. Já, auðvitað á netinu. Við litum við hjá henni. Segðu okkur nú aðeins forsögun á bakvið þessa dásamlegu, hvað ég segja, verksmiðju, þetta verkefniði. Já, það var þannig að ég bjó í Danmörku, var nýbúin í skóla og fekk ekki vinnu við mitt hæfi. Og var bara svona eitthvað að dúlla mér heima, að reyna að eyða tímanum
og hef alltaf verið að sauma og eitthvað svona í handverkinu og endaði svo með því að ég saumaði með tösku og tók svo mynd og sett hana á Facebook og var eitthvað að monta mig að því og 5 mínútum seinna þá fæ ég skilaboð að kona sem langaði svo að kaupa þessa tösku. Og þannig eiginlega... Var það íslensk kona? Það var íslensk kona og þannig fór þetta eiginlega stað. Já. Og þú hefur auðvitað bara brugðist við því með því að hendi í aðra tösku? Já. Svo náttúrulega bara fór ég að leika mér að prófa og fór að taka gamlar tösku sem ég átti alveg í sundur og spá og spekulera hvernig þær væru saumaðar og já, svo bara byrjaði ég. Hvað er það sem þú ert að framleiða núna helst? Guð, það er svo margt. Og við lengjum þennan þáttum 40 mínútur. Já, cirka bara. Ég er að náttúrulega í töskunum og alltaf að þróa mig áfram í því og svo er ég að gera púða og er alltaf að bæta mig í því og dúka og ég er að merkja ýmislegt svona og svo er ég að gera boli og ég er að reyna svona að vera með sem fjölbreyttast innan geirans. Hvaðan sækirðu innblásturinn? Það er ekki gamla klisjan úr náttúrunni í kring. Kirkjufellið er náttúrulega aðallinn hér. En innblásturinn kemur eiginlega frá því að maður er bara Íslendingur búinn að prófa að búa erlendis og orðið fyrir smá áhrifum af Skandinavíu því að við erum svolítið amerísk svona pínlítið hérna finnst mér. En það er eiginlega Skandinávía og hreinu-línurnar og blanda þessu saman. Gömlu munstrónum bæði í útsaum og prjóni og mér finnst það voða skemmtilegt og svo líka bara náttúrunni í kring. Ég sé að þessi fallegi bólur sem þú ert í, þetta er frá þér og þetta er nokkað munstur sem ég kannast við. Já, þetta er unnið úr þessum sjónabókum frá 18. öld sem mér finnst voða gaman að blaða í og er svona þess að byrja að fikta mig áfram í því að koma því í nútímaform og gera liti og setja saman og svona gera eitthvað skemmtilegt úr því sem að forfeður okkar voru að gera og er svo einkennandi fyrir okkur Íslendinga. Og ég sé hérna púðana líka fyrir aftan. Heitir þetta áttabla? Er ég að fara með eitthvað? Þetta er áttablaðarósin. Já, áttablaðarósin. Það er líka á þessu, er það ekki? Jú, og hún er náttúrulega bara skandinavísk eiginlega. En við Íslendingar þykjum svolítið eigana samt. Notum hana mikið í prjónamunstri og öðru og þetta er eitt af vinsælasta sem er í sölu hjá mér. Það er allt með áttablaðarósinni. Ef ég er með eitthvað svona hugmyndir, mér langar í eitthvað ákveðið en er kannski ekki mikil prjóna eða föndurkona sjálf, er hægt að koma og svona stúdera, setja sig í sambandi við þig og fá þig til að útfæra það með manni? Já, það er líka mjög mikið gert af því að ég geri allt hérna á staðnum og þá getur þú leikið svolítið með litina og sett saman munstur og annað í þeim dúr, bara það sem passar inn á heimili hjá þér eða eins og í töskunum að nú er ég byrjuð til dæmis að prenta með stóra prentvél og búin að finna efni sem ég get prentað á og ég prenta efnið sjálf í töskunar og þá getur viðskiptavinurinn komið hérna og valið litin sem að passar honum. Þá er hann alveg einstök, allar töskunar verða einstakar fyrir vikið. Þú sagði mér þegar þú byrjar að þá varstu með þetta inn í stofu. Já. Það var rétt fokheldur þessi bílskur sem við erum í hérna núna og meðan að maðurinn minn var að gera hann tilbúinn fyrir mig, þá keypti ég þessa stóru vél og við einhvers staðar erum við að vera og Það hefur sett eitthvað press á kallinn. Já, það setti smá press á kallinn, sko. Og við vorum með sófasettið inn í eldhúsi. Það var svolítið sérstakt. en þetta voru 4 mánuðir sem voru ansi þröngir en við höfðum það og svo kom ég út fyrir rétt rúm ári síðan. Þú ert með þetta verkstæði þessa búð opna á virkundum og helgar, eða ekki, og eftir pöntunum? Já. Ég ætla að líka svona eitthvað í sumar að hafa opið á kvöldi, það er svo mikið af ferðafólki á labbinu. Að reyna að grípa það inn.
En aðalega selja ég á netinu og það er í gegnum Facebook síðuna mína og það er Krums þar og það er bara að senda skilaboð og kíkja. Ég er að reyna að setja allt inn sem ég er að gera mjög reglulega þangað inn. Við látum þá staðan í kvöld og sjáum ykkur eldhress eftir viku. Eldhress. My mind says I need you, oh yeah. My heart said so too. Baby, I need you, oh yeah. But you said, you. I'd rather die than hurt you, baby. Baby, do